Náttúrulega aðeins að fara í gegnum hvernig við göngum frá lóðinu eða top of surface-inu, hvernig við notum þá byltingspad og hvernig við notum lóðarhæðina og kótan á lóðinni. Sko, við erum hérna með bygginguna, hérna erum við með bygginguna þar sem búið er að ganga frá lóðinni. Ég ætla að sýna hvernig þetta er gert samt. Ég fer hérna í skurð A og sýni ykkur hvernig er búið að ganga frá lóðinni okkar. Sko, það er verið að nota hérna dæmi sem heitir byltingspad. Og byltingspad er verið eins og púði undir húsinu sem búið er að moka upp frá og setja sem sagt grús undir sem stauning fyrir annað gólf, flór hérna, eða eins og hérna úti þar sem eru stéttar, það er svo til dæmis í inngeislunni. Þið sjáu hérna flór, hérna eru hellur, 100 mm. Undir því er síðan notað byltingspad, sem parts hérna, sem sandur, þetta er þjappaður sandur. Og sama hátt er hérna inni sem undirlag undir gólfið. Við nota parts og hérna er búið skilgreinað þessa parts sem grús, 200 mm grús, þjappuð grús náttúrulega. Hvernig setjum við þetta inn? Sko, hérna eru 3 byggingabúðar. Það er eitt hérna undir hæð 1, -245. Það er annar hérna á hæð 2 í -245. Það stiður gólfið hérna inni. Og þriðja grúsin eða byggingabúðin er á hæð 2, 345 en í bílskúrnum. Við sjáum kótinn hérna 7960 á gólfinu á annarri hæðinni. Og 7950 á gólfinu í bílskúrnum. Það þýðir það er 100 mm mismunur hérna niður. Ég ætla að sýna ykkur hérna, þessi byltingspadsgrús, hún er teiknuð hérna innan í bílskúrnum, bara meðfram útveggnum. Hérna. Teikna þetta og hann er í -345. Hérna undir hæð 2 í -245 er teiknað innan í íbúðinni. Hérna á sama hátt hérna innan í inni brúninu á veggjunum. Og svona. Og það er tekið hérna utan, þetta er kannski ekki alveg rétt hérna, það sjá alveg aðeins að laga þetta. Það var svona, remove constraint, svona og remove constraint, svona. Þá ætti þetta að ganga og síðan er púði hérna niðri á fyrstu hæðinni. Fyrstu hæð -245, hvernig hann lítur út. Hann er á sama hátt tekinn innan málið á fyrstu hæðinni. Meðfram veggjónum alveg sem sagt á ystu brún. Síðan er annað sem er gert hérna. Það eru hérna undir þessum steipum, þessum hellunum og hérna upp með stigunum. Hérna upp með stigunum hérna. Hérna er pallur, hérna er stigi, hérna er pallur, hérna er stigi, pallur og stigi. Undir þessu öllu saman er settur byltingspad sem sandur. Og ég ætla að sýna ykkur snöggvast hvað ég hef gert hérna. Ég fer hérna aðeins í snig hérna, það kemur hérna smá pípa meðlæg. Svona, hérna er þversnið á stigunum og hérna sjáu þið þessi helluna. Þær eru í smá halla, það er 1,30% hérna halla þessu. Svo kemur stigi hérna undir. Hérna þarf alltaf að búa til, það er byltingspadinn undir allir saman sem er sem sagt hallandi með sömu halla og hérna viðkomandi halla er.
Ég ætla að kíkja hérna og sýna ykkur hvernig þetta er gert hérna. Þetta er teiknað sem sagt utan hvern pall fyrir sig og þið sjáið hæðina hérna -1054. Þið getið notað hæðina á viðkomandi gólfi og sjáðu, það er hérna akkurat 100 mm sem að það er neðar heldur en viðkomandi gólf. Og það er notað líka slope arrow til þess að ná hallanum frá. Hérna er hallinn 1:30 og þið finnið slope arrowin, hann er hérna uppi svona og við smellum honum á sín stað svona og þá fáum við möguleikann hérna, stillið þetta á slope og setið svo gráðurnar hérna inn. Það er mismunað hallanum að sjá. Þetta er alveg rétt hjá mér. 1,30 ætti að vera. Núna. Þetta á píluna. 1,30. Apply. Þegar þetta er komið, þá er eftir að laga til hallan meðfram, þá verður vantarlega ennþá jarðvegurinn að fara hérna yfir hjá okkur á mörgum stöðum. Ég vel hérna hlóðuna alla, eins og Topography, Topography hérna og fyrir Edit Surface þá fæ ég alla punktana upp og síðan notaði ég mér hérna wireframe hérna. Og sjá, þetta er náttúrulega þvílíkt kraðak. Það sem er búið að gera hérna, ég sjá þessa punkta hérna og þið sjáu, ef ég smella á hann, sjá hann hérna, -60 elevation. Þið þurfið að finna hæðina, sjá hérna. Mér finnst það gott að hafa wireframe, þá sér maður svona sirka hvað maður er að fara hátt í þessu. Ég sýna ykkur aðeins nánar, ef ég skipta aftur yfir hérna á Set It, þá sjáu þið að punkturinn er hérna. Nú sjáu hann ekki og hann er hérna aðeins neðar heldur en hellunar eru. Og þið þurfið í raun og veru að bara taka búið til punkt hérna með því að annarkvort að nota bara place a point hérna. Nú getur sett hérna -60, þetta er svona dæmi sko. Og smellið hérna á sín stað hérna og svo einfaldlega tekið það og ég kópera hann svona reglulega. Þá mun ég bara að þegar maður velur copy að vera að haka hérna við multiply og reynir svo að hafa svona í beina línu meðfram og taka hann sem sagt í, hvað var að segja, þannig að jarðvegurinn í kringum húsið að jafni sig út eftir byggingunni sem slíkri. Það er önnur leið sem er gott að nota líka. Hún er svo að, ég ætla að slökkva þess á hérna Modify Edit Surface hérna. Svona. Ég kveiki hérna bara á Set It, svona sjáu svona hvar ég er. Ég nota oft þessa hérna þegar ég er að stilla lóna. Ég kveiki hérna section boxinu og horfa hérna beint á þegar maður má stilla mig. Þetta er til dæmis að laga jarðveginn hérna meðfram stiganum. Og þess að einfalda með lífið þá tek ég section boxið og gríp hérna utanum stigan, svona. Sjáðu. Þá er ég búinn að skilgreina þannig að ég sjáu stigan nokkuð vel. Kveiki hérna á wireframe og Edit Surface. Svona. Og þá get ég stillt upp
punktum hérna og jafnvel bara gert það handvirkt. En mér vantar punkt hérna til að skilgreina að jarðvegurinn megi ekki fara yfir stigann. Þá jafnvel bara tekið punktinn hérna inn og ég get nánast sjappinguna annarkoð setja punktinn inn eða ég teki punkt hérna og kóperan ég get kópera hérna á milli til að jafna út jarðveginn svona og ég get líka satt einfallega bara punktendurna var hér þessari hæð og þessari hæð. Prófið þetta er smá fundur. Æfingi skapameistarann og það er þannig sem að maður býr til jarðveginn. Maður notfærir sér hæðirnar. Það er búið að setja inn eins og til dæmis hérna er búið að setja inn eins og til dæmis hellurnar og þið sjá þó í hvaða hæð það er ef ég vilja notfæra eitthvað tölurnar eða þá að ég fer í jarðveginn edit surface og hef yfirleitt á wireframe og svo kíki ég kannski á setið til að sjá hvernig það lítur úr, hvort það sé í lagi og ef þetta er ekki í lagi þá vil ég geta veitt punktana sem eru þarna fyrir wireframe og laga til eftir hentuleika.